Plast sniðugt efni. Það vatnselt, endingargott og ódýrt. Plast getur verið örþunnt og mjúkt eins og plastpoki eða grjóthart og eldþolið eins og legókuppar. Þegar við flokkum plast þá stundum hægt að endurvinna það og búa til nýja hluti úr plastinu. Plast var fundið upp fyrir meir en 100 árum. Fyrr á öldum notaði fólk önnur efni til að búa til nytsamlega hluti. Það notaði tré, gler, leir, málm, bein, skinn og jafnvel vambir. Í dag plast notað í hjálplega hluti líkt og reiðhjólahjálma og björgunarvesti. Plast hefur hjálpað til við að létta faratæki líkt og bíla og flugvélar og svo plast notað utan mat svo hann skemmist síður. Vandamáli við plast ekki endilega plastið sjálft, heldur hvernig við notum það og hversu mikið við notum. Plast allt og sniðugt og gott efni til að nota bara einu sinni og henda. Á hverju ári eru framleidd 350 milljón tonna plasti. Það jafngildir þyngd allra jarðarbúa. Mikið af því plasti sem notað í heiminum lendir út í náttúrunni. Stundum því bara hent á götuna, stundum fíkur úr opinni ruslafötu og stundum kemur það frá skipum eða fyrirtækjum. Á hverju ári fara 8 milljón tonna plasti í sjóinn. Það ansi mikið. 1 stór fíll 1 tonn. Það væri eins og að henda 8 milljón fílum í sjóinn á hverju ári. Plast getur verið hættulegt dýrum eins og fuglum, fiskum og öðrum sjávardýrum. Dýrin geta flækst í plastinu og halda jafnvel að það sé matur. Þegar dýrin hafa borðað mikið af plasti halda þau að þau séu sött og fá ekki næga næringu. En hvað getum við gert? Við höfum vald til að breyta okkur sjálfum og hafa áhrif á aðra. Við höfum getu til aðgerða og getum fundið lausnir og breytt heiminum. Við ættum að spyrja okkur sjálf hvað við þurfum í raun og veru og sleppt svo því sem óþarfi. Kaupum ekki hluti sem rata í ruslið eftir nokkra mínútna notkun. Spörum umhverfinu og náttúrunni það. Þó að við getum gert margt sjálf til að draga úr plastmengun, þá verður plastvandinn seint leystur af einstaklingum einum saman. Stjórnvöld og fyrirtæki bera mikla ábyrgð og þau þurfa að hjálpa til. Ein góð leið til að hafa áhrif að þrýsta á þau sem ráða og fræða annað fólk í kringum okkur stöðuna. Við getum sent góðar hugmyndir og tillögur til stjórnvalda og fyrirtækja og vakið athygli á þessu máli. Við getum öll haft áhrif.